Lögmaður drengja sem segjast hafa verið beittir grófu ofbeldi í Bakkakoti vongóður að forsætisráðherra fylgi málinu eftir og að bætur verði greiddar. Mennirnir skynja meðbyr samfélagsins og vonast til þess að frásögn þeirra leiði af sér breytingar. Ég meina, ef enginn segir neitt, þá verða engar breytingar. Ég held að margir hugsi hefðum við geta gert eitthvað, segir sveitarstjóri Rangárþings eystra mál Bakkakotsbarnanna. Margir sem málinu tengist þurfi stuðningi gegnum harminn sem fylgi. Staða Keir Starmer sem forsætisráðherra Bretlands hefur aldrei verið verri. Jafnvel sumir samflokksmenn hans vilja að hann segja af sér vegna þess hvernig staðið var að skipun Peters Mandelson sem sendiherra í Bandaríkjunum. Ríkissaksóknari hefur gert lögreglu að taka aftur upp rannsókn á meintum kynferðisbrotum starfsmanns Múlaborgar gegn 2 börnum á leikskólanum. Lögregla hafði minnst 10 mál til rannsóknar en einungis 1 leiddi til ákæru. Leikskólastjórar í Reykjavík segja ófremdar ástand ríkja í leikskólum vegna aðgerðaleysis pólitískra fulltrúa hjá borginni. Þeir ræddu stöðuna í dag og ákváðu næstu skref eftir að svör berast frá borginni. Komiði sæl. Það er augljóst að saga okkar hreyfði við forsætisráðherra, segja mennirnir sem stigið hafa fram og lýst grófu ofbeldi sem þeir segjast hafa orðið fyrir í vist í Bakkakoti. Þeir segja samhljóminn í samfélaginu gríðarlegan, skilaboð með hjörtum og tár í augum mæti þeim hvar sem þeir er. Þeir segja alla verða að girða sig í brók, ef enginn segir frá breytist ekkert. Mennirnir sem segjast hafa orðið fyrir grófu ofbeldi þegar þeir voru vistaðir í Bakkakoti sendu forsætisráðherra kröfu síðustu helgi með rannsókn og viðurkenningu á bótaskyldu og fleira. Forsætisráðherra boðaði fulltrúa þeirra ásamt lögmönnum til fundar í stjórnarráðinu í hádeginu í dag. Við ræddum við þá að fundir loknum sem stóðu lengur en búist hafi verið við. Hvernig fannst þér þessi fundur ganga og viðbrögð forsætisráðherra? Mér fannst hann ganga vel og voru svona bara meira á persónulegum nótum, maður sér það að þetta hreyfir við henni. Og við bara vonum að þetta verði til einhverja breytingar og til að stoppa af að fleiri börn muni lendi í þessu. Bindið þið vonir við að samfélagið og stjórnmálin bregðist við því sem þið hefur verið að segja? Eftir fundina þá er maður nokkuð bjartsýnn en svona óttinn fyrir var að þetta myndi fara í einhverja nefndir fram og tilbaka og yrði bara þakkað niður. En ég held að verði eitthvað gert í þessu. Ég vona bara innilega, bara frá dýpstu hjartarótum að einhverja breytingar eigi sér stað en sko á sama tíma er ég ekkert rosalega vongóður en þetta mál er þess eðlis og samhljómur landsmanna er þannig að það er ekki annað hægt að gera en að gera eitthvað sko, sama hvað það verður. Bæði Sigvarður og Svavar segja viðbrögð þjóðarinnar við því sem þeir sögðu í þættinum ekki hafa staðið á sér og hafa snert við þeim. Kommentakerfið er rauðglóðandi, símatan okkar er rauðglóðandi af bara með hjörtum og bara þvílíkur samhljómur í samfélaginu. Síminn er bara búinn að vera rauðglóðandi hjá okkur öllum síðan þátturinn kom út. Báðir hvetja þeir aðra sem hafi svipaða sögu að segja til að stíga fram og segja frá. Það sé erfitt en afar mikilvægt. En óttast þeir að það séu enn börn í þeim aðstæðum sem þeir voru í. Það eru mörg dæmi þess sem hafa komið upp og ég meina ef enginn segir neitt þá verða engar breytingar. Og það er bara það sem við erum að vinna með. Þú veist að reyna að varpa ljósi á þessar hræðilegu atburði sem voru þarna og einmitt til að fá fram einhverja breytingar, þú veist, að fyrirtæki eða fólk eða stofnanir, þú veist, bara girði sig í brók fyrir börnin okkar. Báðir lögmennirnir voru ánægðir með viðbrögð forsætisráðherra og binda vonir við að nú fara af stað vinna, einnig á vettvangi Alþingis, hvernig unnið verði með þessi mál. Og við höfum alltaf góða von í brjósti að þessu verði fylgt eftir og það verði greiddar þá alltaf einhverja bætur til þeirra vegna alls þess sem þeir hafa þurft að upplifað. Bakkakotsmálið þarf að rannsaka ofan í kjölinn, segir sveitarstjóri Rangárþings eystra. Málinu fylgja áfall og harmur fyrir allt samfélagið.
Bóndabærinn Bakkakot hér mitt á milli Hvolsvallar og Hellu. Við höfum verið á ferðinni hér í Rangárþingi í dag og það ljóst að þessi frásögn sem kom fram í kveik hefur mikil áhrif á samfélagið hér. Man brugðið og þetta, man sjokkeraður yfir þessu sem þarna kemur fram. Bara hjá okkur eins og þessum samfélögum hérna á svæðinu þá held ég að fólk sé bara náttúrulega í ákveðnu áfalli og það náttúrulega bara mikill harmur og sorg sem fylgir þessu öllu saman, bæði fyrir þessa menn og þetta fólk sem lenti í þessu og svo líka bara náttúrulega alls konar fólk annað sem býr á svæðinu sem að þetta náttúrulega tengist og þetta mjög mikill harmur sem fylgir því líka. Og þetta tekur á alla hlutaðeigandi sem koma að svona máli. Það margir sem þurfa stuðning í gegnum þetta mál. Það alls konar aðkomu að þessu máli og ég held að okkar og ég veit að okkar samfélag getur tekið utan alla. Anton Kári var í grunnskóla á Hvolsvelli með sumum þeirra sem stigu fram í kveik. Hræðilega, það hræðilegt að heyra hvað þeir þurftu að upplifa. Og já. Þannig að það erfitt að heyra það. Já, sástu það eitthvað á þeim þá að það var eitthvað, eða eða hugsað tilbaka? Nei, auðvitað vekur þetta upp ýmsar svona sjálfskoðun maður fer að horfa aftur en það rosa erfitt að festa hendur eða festa reiður á þær hugsanir og jú, ekki alltaf þannig að við getum alltaf, maður hefði getað gert betur og það svo auðvelt að verða. Það svo auðvelt að dæma eftir það og vita hvað að sjá, ég hefði átt að sjá eitthvað, en nei, ég get ekki sett það. Ég held að sé svo sem bara nauðsynlegt, eins og kannski hefur nú komið fram svolítið í dag og að þetta mál verði bara svolítið rannsakað í kjölinn. Jú, við verðum sorgmætt og ég hugsa margir einmitt líka hugsi, hefðu við getað gert eitthvað og getum við gert eitthvað betur og mín sýn líka við getum alltaf gert betur og litlu samfélögin eru þannig að gerast góðir hlutir þá samgleðust við og þegar gerast slæmir hlutir að þá held ég að við séum svolítið saman í sorginni hvað það varðar. Möguleg brot gegn börnunum í Bakkakoti eru líklega fyrnd. Þetta mat starfandi lögreglustjóra á Suðurlandi. Börn voru vistuð í Bakkakoti á árunum 1975 til 2002. Ekkert mál eða kæra hefur borist lögreglunni eftir umfjöllun Kveiks. Líklegt að brotin séu fyrnd? Ég hef auðvitað bara þær upplýsingar sem liggja fyrir eftir þennan fréttaskýringaþátt og miðað við þær forsendur þá finnst mér það líklegt en það breytir því ekki að fólk á alltaf rétt á því að leggja sín mál hérna inn til okkar og fá viðeigandi málsmeðferð en ég hef ekki aðra forsendur til þess að meta en þannig fréttaskýringaþátt eins og staðan er núna. Og það snúa okkur að öðrum. Forsætisráðherra Bretlands komin í vonda stöðu eftir að viðurkenndi að hafa vitað að Peter Mandelson, sem hann skipaði sendiherra í Bandaríkjunum í fyrra, hefði átt í sambandi við Jeffrey Epstein eftir að hann var dæmdur fyrir kynferðisbrot árið 2008. Starmer dró skipun hans til baka þegar fyrstu Epstein-skjölum voru birt, en hvernig hann stóð að ráðningu hans hefur sætt mikilli gagnrýni í dag og í gær. Bæði andstæðingar hans á breska þinginu og jafnvel sumir samflokksmenn hans í verkamannaflokknum vilja hann segja af sér. Starmer bað þolendur Epsteins afsökunar í dag. The victims of Epstein have lived with trauma that most of us can barely comprehend. And they've had to relive it again and again. They have seen accountability delayed and too often denied. To them, I want to say this. I am sorry. Sorry for what was done to you. Sorry that so many people with power failed you. Sorry for having believed Mandelson's lies and appointed him.
Bogi Ágústsson, það eru margar vikur síðan þetta mál kom upp. Af hverju að sjóða upp úr núna? Já, sko, það náttúrulega ekki nema 6 dagar, það voru föstudagskvöld sem að þessi nýji pakki af Epstein-gögnunum var birtur. Síðan hafa fréttamenn verið að svona fara í gegn. Þetta ókjör af skjölum og það hefur komið í ljós að Epstein og Mandelson þeir hafa skrifast á hluti sem alls ekki má gera og Mandelson þegar hann var viðskiptaráðherra hefur virðist hafa upplýst Epstein alls konar leyndamál og það bara síður upp úr. Og síðan hefur komið í ljós líka að samband þeirra var enn nánara heldur en menn jafnvel vissu þegar að þegar að Mandelson var neyddur til þess að var rekinn og embætti sendiherra. Og ég ætla að biðja að staldra aðeins við. Ég ætla að heyra aðeins hvað leiðtogi Íhaldsflokksins hafði þetta að segja í dag. And instead of standing up and taking full responsibility for this disastrous appointment, the Prime Minister is trying to make himself out to be the victim. Nobody is buying it. This morning, cabinet ministers are out there defending the decision to appoint Peter Mandelson, still claiming that it was a rational appointment. They should be ashamed. En Bogi, nú hafi fréttamenn og álitsgjafar verið að segja að síðustu 2 dagar hafi verið erfiðustu dagarnir fyrir Starmer í starfi. Gæti hann hrökklast frá? Hann gæti það alveg og það eru meira sér mikla líkur á því en kannski ekki alveg strax. Maður veit ekki, maður aldrei að spá hvað gerist í pólitík, sérstaklega ekki í breskri pólitík. Verkamannaflokkurinn ekki jafn mikið gefinn fyrir það að losa sig við leiðtoga og Íhaldsflokkurinn. En það hefur komið fyrir og það líkur, sko, hann hefur tapað trausti þingsins, hann hefur tapað trausti sinna þingmanna og það mjög erfitt að byggja það upp aftur og það var til dæmis mjög sláandi að sjá þingmenn sem í verkamannaflokknum, eru framámenn í verkamannaflokknum, þegar að einn þeirra var spurður í Newsnight í gærkvöld framtíð Starmers, hvort hann þyrfti að hvort hann vildi færi, hann þagði. Já. Þögnin sagði afskaplega mikið. Já, en heldur þetta svona rétt í lokin komið í ljós bara á næstu dögum? Ég held hann hafi keypt sér smá gálgafrest með ræðu sinni í dag, en eins og ég segi, maður spáir engum bresk stjórnmál, hann gæti farið fyrir helgina, hann gæti líka hangið áfram nokkrar vikur í mánuði, en já, ég veit ekki, varla mikið lengur. Kemur í ljós. Bogi Ágústsson, sérfræðingur bresk stjórnmál, takk fyrir að koma hingað til okkar. Takk sömuleiðis. Og við snúum okkur að allt öðru. Ríkissaksóknari hefur gert lögreglu að taka aftur upp rannsókn á 2 málum vegna meintra kynferðisbrota fyrrverandi starfsmanns leikskólans Múlaborgar. Saksóknari telur þörf á að rannsaka málin betur. Fyrrverandi starfsmaður Múlaborgar var ákærður fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn stúlku í leikskólanum. Fyrir dómi játaði hann sök að hluta og neitaði öðru. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði til rannsóknar grun brot gegn minnst 10 börnum á Múlaborg. 3 mál voru send á ákærusvið en einungis 1 leiddi til ákæru. Lögregla hætti rannsókn hinna málanna. Foreldrar 4 barna kærðu þá ákvörðun lögreglunar til ríkissaksóknara sem hefur sendt 2 málana til frekari rannsóknar hjá lögreglu en á eftir að taka afstöðu til hinna 2. Fréttastofa hefur undir höndum afstöðu ríkissaksóknara vegna eins málsins. Þar kemur meðal annars fram að móðir barnsins lýsti breytingu á líðan og hegðun barnsins og sagði það hafa neikvæðar tilfinningar gegn manninum. Hann neitaði sök en kannaðist við að hafa í einhver skipti verið einn með barninu og skiptum blei á því. Móðir barnsins gerir meðal annars athugasemdir við að faðir barnsins hafi ekki verið kallaðir til skýrslutöku. Í afstöðu ríkissaksóknara segir meðal annars að frásögn móðurinnar gefi tilefni til frekari rannsóknar þar sem málið snúist mjög alvarlegt brot gagnvart mjög ungu barni. Landsréttur þyngdi í dag dóm yfir Jóni Þór Dagbjartssyni fyrir manndrápstilraun gegn barnsmóður sinni og fyrir sambýliskonu í október 2024. Jón Þór var einnig dæmdur fyrir stórfellt brot í nánu sambandi og kynferðisbrot gegn konunni. Hún steig fram í Kastljósi sama ár og lýsti árásinu og ofbeldi af hálfu Jóns Þórs og hvernig lögreglan hefði brugðist í aðdraganda árásarinnar en hann hafði þá ofsótt hana mánuðum saman. Jón Þór fékk 6 ára fangelsisdóm í héraði í fyrra en Landsréttur þyngdi dóminn í 7 ár. Dómurinn telur hafið yfir skynsamlega vafa að Jón Þór hafi ætlað að drepa barnsmóður sína.
Aukinn þungi í árásum Ísrael á Gaza þrátt fyrir vopnahlé. Rafah landamærastöðin var opnuð á ný á mánudaginn. Fólk hefur lýst harðræði á landamærum. Rafah landamærastöðin sem á milli Gaza og Egyptalands hafði verið meira og minna lokað síðan vorið 2024. Flytja þar þúsundir veikra og særðra Palestínumanna á spítala í útlöndum, þar sem spítalar á Gaza eru margir laskaðir eftir árásir Ísraelshers. Opnun landamærana var hluti af skilmálum vopnahlés sem samið var í október milli Ísraela og Hamas. Umferð landamærin hefur gengið hægt og hafa nokkrir tugir sjúkrabíla komist þar dag hvern. Það hafa Palestínumenn einnig komið landamærin frá Egyptalandi til Gaza. Sú ferð getur tekið marga klukkutíma. وكل شيء معايا كان أخذوه برضه في الأمانات واسمي رباعي وقديش عمري وحققوا معنا وقعدونا. بعد ربع ساعة أخذونا غمونا عينينا وربطونا وأخذونا في منطقة ما كناش شايفين إشي. Ástvinir eru að hittast í fyrsta sinn í langan tíma. هذه رحلة عذاب صعبة الغربة صعبة ومر وتعب يعني بتفكر كل تفكيرك في اللي هي والحمد لله إن رجعنا لبلادنا ولدور وطننا. Fólk á erfitt með að þekkja Gaza á ný. لا يوصف دمار يعني مش غزة هذه اللي بنعرفها مش غزة الجميلة صارت دمار كلها. Þrátt fyrir að samið hafi verið vopnahlé hefur síður en svo ríkt friður á Gaza. Ísraelsher hefur drepið 500 manns á síðustu 5 mánuðum. Aukinn þungi hefur verið í árásum þeirra síðustu daga og í gær drap herinn 21 hið minnsta. Þar á meðal voru börn og bráðaliði Rauða hálfmánans. Hann var drepinn þegar hann var að hlúa að fólki í tjaldi sem sprengju hafði verið varpað á. Bráðaþjónusta Landspítalans ótrygg og ómögulegt að takast á við skyndilega atburði eins og hópslys. Þetta kemur fram í minnisblöðum forstjóra spítalans til heilbrigðisráðherra þar sem tafarlausa aðgerða krafist. Stjórnendur Landspítalans hafa lengi sagt að það stefni í óefni á bráðamóttökunni. Hvorki sé hægt að tryggja öryggi sjúklinga né sýkingavarnir. Síðustu vikur hafa skapast mjög alvarlegar aðstæður á bráðamóttökunni. Runólfur Pálsson, forstjóri spítalans, sendi því minnisblöð til heilbrigðisráðherra í þessari og síðustu viku. En fjalla var ítarlega minnisblöðin og vanda spítalans í speglinum fyrir kvöld. Í minnisblöðunum eru nefnd nokkur dæmi það hvernig ástandið á spítalanum bitnar á sjúklingum. Vegna fjölda á bráðamóttökunni var töf á meðferð sjúklings með bráða hjartabilun. Starfsfólk komst ekki í sog eða súrefnisbúnað þegar sjúklingur var í lífshættu og dæmir að ekki sé hægt að vakta sjúklinga eða þeir sjálfir með bjöllu eða aðgengið að bjöllum til þess að kalla eftir aðstoð. Fyrir 2 dögum fékk heilbrigðisráðherra einnig minnisblað þar sem varað við kerfislægum vanda sem ógni heilsu aldraðra. Taka þurfa á honum strax og færa fólk frá spítalanum til hjúkrunarheimila, 40 til 50 hið minnsta sem fyrst og ef rýmin séu ekki til staðar verði að tvímenna í herbergi á hjúkrunarheimilum, þangað til að ný hjúkrunarheimili verði tekin í gagnið. Heilbrigðisráðherra vildi ekki veita viðtal í dag en samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu eru minnisblöðin til skoðunar og búið að óska eftir frekari upplýsingum frá stjórnendum spítalans. Undirmannað nánast alla daga í leikskólum borgarinnar og þess vegna meira veikindi, segir leikskólastjóri. Næstum ómögulegt að fá hæft starfsfólk, segir annar. Leikskólastjórar hittust á fundi í dag og ræddu aðgerðir í framhaldi af bréfi þeirra til borgaryfirvalda í fyrradag. Meirihluti leikskólastjóra mætti til fundarins í Norðlingaskóla eftir hádegi. Í bréfinu gagnrýna aðgerðaleysi borgaryfirvalda gagnvart langvarandi vanda í starfsumhverfi leikskólana og að ekki hafi verið hrint í framkvæmd tillögum betrumbætur sem áttu að taka gildi áramót. 63 leikskólastjórar starfa í leikskólum Reykjavíkurborgar. En hver einasti skrifaði undir þetta bréf og það hefur aldrei gerst áður. Og það bara hugur í fólki, öllum hópnum og þessi samstaða, hún einstök. Það sem við ákveðum var kannski aðalega það að vera sína þolinmæði, bíða eftir svörum frá pólitíkinni. Og pólitíkin lét leikskólastjórana vita í dag að svör bærust fyrir miðjan mánuð. Og við höfum ákveðið annan fund til þess að bregðast við svörum. Það bara nánast undirmönnun alla daga. Og þegar að leikskólar að fara í fáliðun, þá yfirleitt búið að ganga ansi næri starfsfólki marga daga áður. Finnst þið það meira veikindi? Já, það klárlega meira veikindi. Fólk að hlaupa hraðar og það meira álag. Það bara svo ótal margt sem getur gerst þegar starfsfólki eru fátt.
Reikningsdæmi þykir ekki ganga upp því vinnuvikan er orðin 36 stundir hjá starfsfólki í leikskóla en langflest börn dvelja lengur í skólanum. Þegar vinnuvikan var stytt mun ekki hafa verið brugðist við með fjölgun starfsmanna eins og þurfti. Og það sem við erum að horfa upp á og það sem við erum að tala hérna okkar megin punktur í þessu bréfi í rauninni að vera samkeppnishæfur vinnustaður við önnur sveitarfélög sem hafa brugðist við hraðar að meiri festu og við erum að horfa eftir fólki þangað. Af því það meira aðlaðandi vinnuumhverfi heldur en það sem við getum boðið upp á í dag. Raunin svo að umsækjendur hjá okkur sem erum að auglýsa eftir fólki oft á tíðum fólk með litla sem enga reynslu og litla sem enga íslensku kunnáttu. Það staðan hjá okkur í dag. Þetta það sem hefur verið bara mesti orku þjófur í þessu starfi, einn af þeim. Ferðamenn í Róm á Ítalíu þurfa nú að greiða 2 evrur vilji þeir komast nálægt hinum fræga Trevi-gosbrunni. 10 milljónir manna lögðu leið sína að honum í fyrra og þær oft þröng á þingi enda ekki mikið pláss við gosbrunnin sem á milli bygginga. Þeir ferðamenn sem ekki vilja greiða geta horft á hann úr fjarlægð. Tilgangur borgaryfirvalda með gjaldtökunni að stemma stigu við þrengslum, minnka líkur á vasaþjófnaði og varðveita betur gosbrunnin sem var byggður á 18. öld. Pienso que por un lado está bien porque hay menos personas, bueno, también por la hora, ¿no? Pero un poco como que un poco más ordenado, porque cuando no cobraban, porque yo ya he venido antes, era muy tuburizado. Y ahora me parece que es una buena opción, ¿no? Igual no es muy caro. ¿No? Que realmente es para sacar provecho del turismo. Realmente me parece a mí que la gente no debería de pagar algo público y que el gobierno se está aprovechando de esto. 4 daga vetrarhátíð á höfuðborgarsvæðinu var sett í garði Listasafns Einars Jónssonar við Freyjugötu í Reykjavík í dag. Þar nýbúið að frumsýna opnunarverk hátíðarinnar. Þórdís Arnlaugsdóttir fréttamaður á staðnum núna. Já, þarna væntanlega eitthvað sem gleður auga og eyra, ekki satt? Jú, það fyllast öll skilningavindin bara þegar maður kemur hérna í þennan gamla góða styttugarð en þetta heldur áfram, það ljósaslóð, hérna mörg listaverk allarleið niður Skólavörðustíginn, það eru ljósagöng á Austurvelli og svo safnanótt í öllum sveitarfélögunum annað kvöld, þannig að nóg að vera alla helgina og það sem besta í þessu öllu að veðrið, það bara alveg fáránlega gott. Það ekki miður vetur í þeim skilningi að hér svona frekar hlýtt, einn var á stuttbuxum hér áðan og allt. En við byrjum á þessu verki hér, opnunarverkið, samlegðar áhrif, Þorsteinn. Hvaða samlegðar áhrif eru þetta? Já, þetta eru samlegðar áhrifin kannski með efnið og andan og við erum að vinna með bæði svona þetta lífræna og náttúrulega en einnig þetta materialíska og kannski, já, hvað ég var að segja, arkitektúrinn og húsið sjálft, Hnitbjörg. Já, hér sér maður með þess að verkin vera fyrir utan, en þetta gagnvirkt. Hvernig virkar þetta eiginlega? Já, þetta verk sem sagt virkar þannig að í gagnvirkninni sjálfri að þá sem sagt hægt að stíga hér upp á stokk og vera annað hvort andinn eða efnið og með hreyfingum sínum getur maður fært sig inn í sali hússins og breytt hljóðinu. Þannig að þú verður einhvers konar hljóm- og sjónstjóri verksins. Þannig að það geta allir tekið þátt í þessu? Já, heldur betur. Þetta verður flott, þess að hreyfa hérna? Já, einmitt, og með þessu hefur hún áhrif á í rauninni á hvaða mynd safnið tekur á sig hverju sinni og getur fært okkur inn í svona, já, hvað að segja, hallarkynni Einars. Þetta dularfullt og skemmtilegt. Dularfullt það í garði Einars Jónssonar en við ætlum núna að sjá hvað ber hæst í Kastljósi kvöldsins. Við fáum viðbrögð neðan af Alþingi við máli mannana sem vistaðir voru í Bakkakoti í Kastljósi í kvöld. Við ræðum líka við Maríu Heimisdóttur, landlækni í leyfi. Það eru þetta aldrei óskastaðan að fá krabbamein en þetta var svolítið skrítið að vera svona nýbyrjuð í þessu starfi. Og svo það líka galdrakarlinn í Ós. Þetta búið að vera algjört ævintýri að setja þetta saman. Ég er Krúsidólla. Ég er Krúsidólla.
Og þá það veðrið, það verður suðaustlæg átt 5 til 13 metrar á morgun, rigning eða snjókoma með köflum á vestanverðu landinu, en styttir upp suðvestanlands eftir hádegi. Stöku skúrir eða él austan til og hiti verður á bilinu 1 til 6 stig. En við ætlum að fjalla nánar veðurhorfur að loknum íþróttafréttum. Fyrstu keppnisdagar vetrar-ólympíuleikana hafa ekki gengið hnökralaust fyrir sig. Rafmagnsleysi, dómaramistök og nóróveiran hafa skotið kollinum. Tindastóll freistaði þess í gær að komast í bikarúrslit kvenna í körfubolta í fyrsta skipti í sögu félagsins. Grindavík, eitt sterkasta lið landsins, var þó á öðru máli. Og nú ljóst hvaða lið verða í pottinum þegar dregið verður í undanúrslit bikarkeppninnar í handbolta á morgun. Ekki missa af íþróttum hér eftir augnablik. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Lögmaður drengja sem segjast að hafa verið beittir grófu ofbeldi í Bakkakoti vongóður að forsætisráðherra fylgi málinu eftir og að bætur verði greiddar. Mennirnir skynja meðbyr samfélagsins og vonast til þess að frásögn þeirra leiði af sér breytingar. Ég meina, ef enginn segir neitt, þá verða engar breytingar. Ég held að margir hugsi hefðum við geta gert eitthvað, segir sveitarstjóri Rangárþings eystra mál Bakkakotsbarnanna. Margir sem málinu tengist við stuðning í gegnum harminn sem fylgi. Staða Keir Starmer sem forsætisráðherra Bretlands hefur aldrei verið verri. Jafnvel sumir samflokksmenn hans vilja að hann segi af sér vegna þess hvernig staðið var að skipun Peters Mandelson sem sendiherra í Bandaríkjunum. Ríkissaksóknari hefur gert lögreglu að taka aftur upp rannsókn á meintum kynferðisbrotum starfsmanns Múlaborgar gegn 2 börnum á leikskólanum. Lögregla hafði minnst 10 mál til rannsóknar en einungis 1 leiddi til ákæru. Leikskólastjórar í Reykjavík segja ófremdar ástand ríkja í leikskólum vegna aðgerðaleysis pólitískra fulltrúa hjá borginni. Þeir ræddu stöðuna í dag og ákveða næstu skref eftir að svör berast frá borginni. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næsti fréttatími okkar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á ruv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi. Verið sæl.